Hvað heitirðu? Ég heiti Heiða Björg Hilmisdóttir og varaformaður Samfylkingarinnar. Það búið að lofa okkur því að lögfesta Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það átti að lögfesta samninginn árið 2019. Hversu lengi þurfum við að bíða í viðbót og af hverju málefni fatlaðra alltaf sett á bið? Já, þetta alveg bara frábær spurning. Ég hef líka velt þessu mikið fyrir mér. Við erum með það á stefnunni að lögfesta samninginn og gera það. Okkur finnst ekki að þurfa að breyta öllum lögum fyrst. Heldur eigi hann að geta virkað bara sem lögfestur og haft áhrif þá á önnur lög gegnum það. En ég held að við sem höfum áhuga á málefnum fatlaðra þurfum einhvern veginn að krefjast þess bara meira einmitt af öllum núna að við setjum málaflokk fatlaðra ofar í forgangsröðinni. Af því ég er pínu sammálaður þar að það má gera miklu betur þar. Það er ekki nóg að lögfesta að maður eigi að fá þjónustu, það þarf líka að fjármagna hana og bjóða hana. Þannig að þó að við lögfestum samninginn sem ég finnst mjög mikilvægt, finnst mér jafnvel mikilvægt að við fjármögnum þá þjónustu sem nú þegar á að vera til staðar, en margir eru bara að bíða eftir. Mun þinn flokkur beita sér fyrir því að stofna mannréttindastofnun? Já, við höfum haft það á dagskránni að setja á slíka stofnun. Já. Mér finnst það kannski, það getur verið mikilvægt, af því mannréttindi eru mikilvægt og við myndum vilja beita okkur fyrir því. Það er kannski ekki samt fyrsta verk. Fyrsta verk finnst mér að allir fái þjónustu og stuðning. Hvernig ætlar þinn flokkur að reyna að auka möguleika og búa til tækifæri fyrir fatlaða til að vinna á almennilegum vinnumarkaði? Við höfum talað fyrir því að allir fái tækifæri í þessu samfélagi til þess að bara eiga gott líf og slagorðið okkar núna er betra líf. Við viljum að fólk geti bara notið sín og sínum forsendum og fyrst finnst mér líka þurfa að auka tækifæri fatlaðs fólks til þess að mennta sig, til þess að skapa sér einhverja þekkingu og síðan þarf bara hreinlega að búa til fleiri vinnustæði sem vinna með atvinnulífinu þannig að maður fái stuðning til þess að fara inn og vinna einhvers staðar. Og ég er alveg sannfærð það að eftir einhverju áratíu þá verður þetta það sem að fólk mun líta tilbaka og hugsa hvers vegna vorum við ekki að nýta allt þetta fólk í vinnu sem að vill vinna og fær ekki tækifæri í dag. Þannig að við viljum gjarnan gera það með þessum hætti. Hvernig myndið þið vilja bæta aðgengismál í samfélaginu? Við auðvitað horfum á aðgengi þá í víðum skilningi. Að reyna að bæði að tala aðeins skýrar og einfaldara mál og við séum að vera aðgengilegt samfélag þannig að allir geti nálgast allar upplýsingar og tekið þátt og mér finnst það mikilvægt. En síðan líka það þarf bara hreinlega að fara eftir þeim reglum og sáttmálum sem við höfum samþykkt. Og í rauninni er það í byggingarreglugerðum að eigi að hafa algilda hönnun til dæmis alltaf að leiðarljósi og við viljum bara að það sé farið eftir því og þannig að fólk hvað það er sem að getur komið í veg fyrir aðgengið þitt, hvort sem það er á upplýsingum eða byggingum eða vinnu að því sé rutt úr vegi af því að við erum auðvitað bara búið til fötlun fyrir fólk ef við erum alltaf að búið til þessar hindranir sem að svo auðvelt í rauninni að taka burt. Hvernig ætlar þinn flokkur að auka fjölbreytni í námsmöguleikum fyrir fatlaða? Já, fyrst og fremst þá finnst mér fjölmennt. Það þarf að styrkja fjölmennt. Hún hefur í rauninni setið á hakanum hjá þeim ríkisstjórnum sem hafa verið síðustu ríkisstjórnum, bara frá ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, held ég að bara það hefur lítið gerst þar. Það þarf að gerast. Það þarf líka að styrkja framhaldsskólabrautirnar, þannig að þær verði aðgengilegar fleirum og líka fólk fái stuðningi inn í almenna bekki. Þeir sem að vilja það. Svo finnst mér mikilvægt bara að fólk með fatlanir líka bara fá að velja sér sína menntun og við þurfum þá bara að veita þann stuðning til þess sem að þarf. Af því að allir geta lært. En við erum bara misfljótaði og þurfum bara að nálgast nám á mismunandi hátt. Þannig viljum við gera þetta og ég held að þar í rauninni svolítið fjármögnun á stuðningsþjónustu, NPA og þessum
lykilþáttum sem að mér finnst vera og mínum flokk finnst vera það sem að liggur mest á að fjármagna.